Á ferðum okkar landið hittum við stundum fólk sem hefur slíka sögu að segja að það ekki annað hægt en að leyfa henni að heyrast. Hér fylgir óskipulagt og einlægt viðtal við Sigurbjörn Árna Arngrímsson, skólameistara framhaldsskólans á Laugum, en hann greindist nýverið með sortuæxli á 4. stigi. Hvernig að vera stálsleginn, ungur að árum og fá slíkar fréttir? Setjumst niður á skrifstofu skólameistarans með strangheiðarlegt kennarakaffi og heyrum hvað Bjössi hefur að segja. Það var þessi krabbameinsgreining sko, það var ekki alveg svona óskastaðan. Nei. Ég fyrir 5 árum síðan í desember 2015 að þá tekin af mér fæðingarblettur hérna á handleggnum og það reynist vera sortuæxli sem tiltölulega auðvelt krabbamein að eiga við ef það er svona bara í húðinni ennþá og það reynir síðan, ég reyndi að búin að vera með fæðingarblett í 2-3 ár og var búin að googla hann og allt það og það bara engin einkenni sortuæxlis, það sem hins vegar kom hvergi fram í öllu þessu googli mínu að það svona 30% af fæðingarblettum sem eru sortuæxlisfæðingarblettir sem bera ekki einkenni sortuæxlis og svo þegar fer að blæða úr honum að þá fer ég og læt skoða þetta hjá lækni og lækninu var alveg viss þetta væri ekki neitt, hann tók hann samt, sett hann undir smásjó, sagði þetta væri ekki neitt en svo í ræktuninni kom að þetta var sortuæxli og hann var 1,1 mm á þykkt þetta, þannig að það var ákveðið að þegar þeir skófuðu þetta í burtu þannig að það var ákveðið að skoða eitlana, það til miðað við 1 mm ef það undir 1 mm og skoðar ekki meitt þá ekki að hafa dreift sér og eitlarnir í hólhöndin eru teknir af því það stysta leiðin fyrir þá til sortuæxli að komast í eitlana og dreifa sér og eitlarnir voru hreinir og þá var standard bara eða já eðlilegur framgangur að gera ekki neitt því þá eiginlega engar líkur á að það hafi neitt komist framhjá. Svo og bara allt góð með það. Svo núna eftir áramótin í janúar þá tek ég eftir því að það svona sprettur fram á mig kýli á kviðnum og ég hélt að það væri kviðslit, ég reyndi að kom bara yfir eina nótt og ég reyndi að hélt að það væri kviðslit og svo sem dreif mig ekkert til læknis, var reyndar svona svolítið skrítin í maganum, allt eins og ég væri með kveisu, ég var sem ekki með kveisu sko og svo endur náttúrulega þegar því að lækninu kemur hérna einu sinni í viku og ég var alltaf að kenna eftir hádegi og 50 og þá liður svona 3-4 vikur áður en að því hann kom á 50 áður en ég fekk tíma og var ekki að kenna og þegar ég fyrir til hans þá lætur hann senda mig í myndatöku og daginn eftir úr myndatökunni kom það fæ ég bara hringingu rétt fyrir kaffi á föstudegi að ég sé með uppfullur af æxlum og gott inn í helgina, svaf rosalega vel þá helgi. Ég trúi því. Já, og þá vissum náttúrulega ekkert hvað þetta var og ég náttúrulega talsverð reynsla að lesa út úr svona myndum og ég átti myndirnar og ég fór að leita þessum æxlum og ég fann þau ekki og kona mín skoðaði með mér og líffræðikennarinn og við fundum ekki þessi æxli vegna þess að við vorum að leita einhverju litlu. Þau voru stór að við sáum þau ekki og svolítið kannski aðsnallt að segja það vegna þess að þegar þú skoðar anatómíubók eða líffærafræðibók og þá eru voða falleg mynd og hvernig líffærin liggja öll. Þau ekki alveg þannig inn í okkur öllum. Stundum liggja þau skökkt og eru snúin og eitthvað svona, skökk og eru snúin og ég hélt bara að þessi æxli sem voru þarna, ég hélt að væri bara líffæri sem snéru skakkt eða væri einhvern veginn klest eða eitthvað svoleiðis sko. Þetta voru þannig. Svo fer ég frekari skoðun á mánudaginn og kemur í ljós að eistunir eru hrein þannig að þá þetta ekki eistnakrabbi og brisið sem betur verið ekki briskrabbi, hann ekki góður að fá og þá var þetta komið í lungu og eitt ber upp í heila og svo framvegis. Þannig að þá fannst mér líklegast að þetta væri sortuæxli af því það hegðar sér svona eins og skítadrefari. Það að segja fer bara þangað sem þið dettur í hug. Já. Og sem sagt, þetta sem framan á kviðnum á mér tekið og skoðað og það kemur út úr því að þetta sem sagt endanum kemur út úr því að þetta sortuæxli þó ég reyndar þó það væri afskaplega ógurlegt að hefði átt að sleppa framhjá og þá einhvern veginn slappað framhjá og sem sagt búið að dreifa sér og þetta svona ekkert uppáhaldskrabbamein að fá. Það sem sagt, ég segi fyrir svona kannski 10-15 ára síðan þá hefði maður reiknað með að fá svona ár í þessari stöðu en nú eru komin í lyf og það allavega
allavega einn af hverjum 5-6 sem á þessum lífum sem eru lifandi eftir 5 ár og svona sko, þannig að svo það bara aðeins að taka stöðuna og að sumu leyti finnst mér svolítið fyndið að slatta þessi fituvefnum á mér þegar ég nú svona almennt frekar grannur maður en ég er samt nógu feitur til þess að ná að safna að æxlið nái að vaxa sko. En og fljótlega eftir ég byrjaði á lífinu þá poppaði út eitt æxli hérna á rifjuhylkinu, það hefði greinilega stækkað, kom út en það er svo horfið aftur. Þannig að vonandi eitthvað það eru kannski ágætis fyrirheit. Já, þetta, það er ekkert annað í boðinu að fara í vel, sko. Akkurat. En nú er ekkert svo langt síðan þetta kom upp í rauninni. Hvernig er hausinn á manni í kjölfarið á svona upplýsingum? Ég finn að fæ þetta helgi og það var ekki gott vegna þess að það er ekkert að gera fyrir eftir helgi, þú vilt bara vita strax og þú vorkenni sjálfur þér alveg svakalega. Þið finnst þetta ósanngjarnt, verulega ósanngjarnt, þú fyrir að velta fyrir, gerði ég einhverjum eitthvað, nei, er ég ekki að lifa tiltölulega góðu lífi, ég er búin að vera mikið í íþróttum, hreyfa mig mikið, borða tiltölulega hollt, engin tóbaksnotkun, áfengisnotkun, lítill og ekki fyrir en eftir að ég var komin langt fram yfir 30 þegar ég byrjaði að smakka áfengi og svona. Þannig að manni finnst svona, keyrslan og líkamannum ekki alveg í þessa átt og svo hitt líka hef ég verið vondur, þú veist meina, hvað er karma og eitthvað svona og mér fannst ég svona ekki beint hafi verið það, mér finnst ég frekar hafa gefið af mér og aðstoð aðra og svona sko og svo ferð að velta fyrir hvort þú getur ekki tekið þetta upp við einhvern, hvar getur þú farið og kvarta sagt þetta er ósanngjarnt, þú veist, hvar getur þú veist, hvar get ég sko meina ef þetta var í mínu skóla þá myndi einhver koma hérna og bara leggja frá kvörtu við mig, þetta er ekki sanngjarnt, ég er ekki að fá þau laun sem ég hef hérna gert og eitthvað svona sko og þú getur ekki beint farin eitt og kvartað sko, þannig að og þetta var í svona 4-5 daga, svona og ég man þegar við fórum á mánudaginn og konunni minni fannst ég að vera allt og svartsýnn að þetta væri, þú veist, það var ekkert vita hvað þetta væri og eitthvað svona og ég sagði að leiðum bara að vera í fíli í nokkra daga, ég þarf að fá það og svo verði allt í lagi. Og svo svona einhvern tímann á þriðjudeginum, þá svona einhvern veginn breyttist bara viðhorfið og það, þú veist að jú, ég get alveg vorkennt sjálfur mér og það kemur auðvitað stundir þessi svona þyrmir yfir þig og þú svona veltir fyrir þér sko, þú veist, þetta er skítadýll en það hjálpa þér ekkert skilur þau, þú er að gera eitthvað, þú er bara að trúa á hitt og trúa á að hlutinni virka og þetta bara fari vel og þú veist, ég meina það er voða lítið annað hægt. Í eðli mínu hins vegar er það ekki, sko, í eðli mínu er mitt eðlið alltaf þannig að búast við því versta og svo er allt í plús. Þú veist, ég reiknaði, konu mín er akkurat hins veginn að hún vill alltaf bara fara yfir brúna þegar hún kemur að henni. Þegar ég fær hringinguna og þetta er sortuæxli, þá er ég ekkert svakalega sjokkaður því ég er svona meira, gæti ekki verið eitthvað annað. En konu mín verður fyrir sjokkið, því fram að því er hún að vonast eftir einhverju betri útkomu en sé ekki þetta svona skítakrabbamein. En ég í sjálfu sér reikna alltaf með því þannig að það er engin sjokk, ef þið hefði verið eitthvað jákvætt þá hef ég bara verið allir í plús sko. En núna, þá eiginlega verði ég að, sem er að öfugt mitt eðli, ég verði að búast við hinu besta. Vegna þess að það besta er náttúrulega bara það að lífið virki ekki og ég bara drepist og það er ekki alveg svona sko, ég get ekki eiginlega búist við því og verið svo í plús því að þú býst við því, sko, hvað ef þú ætlar að búast við því að deyja, þá náttúrulega bara held ég meina, þú veist, ég veit það ekki, þá kannski bara deyrðu eða eitthvað sko, þannig að núna er ég svona að búast við hinu besta, það sem er aðalega erfitt fyrir mig líka er sko að ég er ekki veikur. Mér finnst ekki veikur, ég finn ekki fyrir. Þú lítur ekki út fyrir að veikur. Nei, og ég meina, ég er með, þú veist, ég hleyp og gera allt, ég er með golfkúlu í vinstra lunganu og ég er alveg viss það að ég geti stungið 99% Íslendinga og nær alla íslenska karlmenn á mínum aldri skilur að ég þetta fara að hlaupa og eitthvað svona og þú veist og þannig að þetta er í raun og veru mjög furðulegt, þetta er svo óraunverulegt. Það er svo óraunverulegt að líða eins og mér líður og geta dáið. Já, vitandi að þetta er til staðar en finn ekki fyrir því. Já, sko, þetta er raunverulega það sem er svo óraunverulegt vegna þess að auðvitað getum öll dáið hvenær sem er skilur, maður getur lent í bílslýsi, flugslýsi eða bara dáið skilur en þú veist,
þetta samt svo óraunverulegt, það svo einhvern veginn erfitt að vefja hausnum utan það eða hugsa það, samt þetta alltaf í bakhöðuna og þú hugsa þess verið, þú velti fyrir þér öðru hverju, þú veist, hvað þetta spila í jarðarförinni þinni eða þegar þú ert dáin kynnist kona en öðrum manni og giftist honum, hvernig líður þið með það eða eitthvað svona sko sem var náttúrulega fáránlegt ef hún gerði ekki, hún til ung sko en samt sem áður sko, þú veist, ég er samt ekki alveg tilbúinn að vera þar vegna þess að sko, því mér finnst þetta svo sko óraunverulegt eða átt að láta jarða þig í íslenska þjóðbúningum eða átt að vera í lopapeysunni eða þú veist, þetta er svona, og þú ræður ekkert alveg við þessar hugsanir og fyrst og eftir tók ég svefnlyf af því að sko þó ég næði kannski slökka sko kollurinn á mér er alltaf á fullu og þó ég næði kannski á daginn þá á næturnar þá réð ég ekkert við sko, ég bara vaknaði og þú veist þá var allt á fullu og svona sko þannig að það var ágætt svo svona smá saman bara hefur maður einhvern veginn náð að róa sig og svona og ég fór í heilun og svo er fullt af fólki að hjálpa mér sem er í sambandi við fólk hinum megin, ég er talsverð að trúa því að fólki hinum megin trúið mér og svolítið skondið að fljótlega eftir ég byrjaði í lyfjagjöfinni. Þá er fólk farið að hafa sambandið svona, þá sem þeir þekkja hérna hinum megin og svo átti ég að gefa upp heimilisfangið mitt og svo fór ég suður til Reykjavíkur og átti að gefa upp heimilisfangið í nýjum stað og sendi það. Og þá segir kona við mig, já, það var byrjað að vinna þér á mánudeginn, þú getur hafa verið svolítið þreyttur og ég sagði, ert að grínast, ég var búinn að vera alveg dauðþreyttur frá hádegi á mánudegi og fram að svona kaffi á fimmtudegi. Þá var ég bara gersamlega eins og draugur og þú veist hvað það er það lífin, er það þessi hjálpa handin, en já, ég er alveg saman hvað hjálpin kemur sko og svoleiðis. Er ekki bara gott að geta trúða á eitthvað jákvætt? Jú, það er sko, það er alveg, sko lífið er til að hafa gaman að því og lifa því og náttúrulega geta séð sko það kómíska í öllum aðstæðum sko. Sérðu eitthvað kómískt í þessu akkúrat núna? Það er nú svolítið kómískt í piskukílu, þú veist, ef við tökum dæmi Svo ég hlæ. Það sem, ég meina til dæmis, já ég á bræður til dæmis sem hafa lifað verra lífi en ég og þeir eru heilsuhraustir og allt svoleiðis sko, ég meina þú veist, yngri bróðir minn, hann er núna að komin í móttumassa, Sigurður Örn Argrímsson sitja saman á söfnum, ég skora á okkur að heita hann er með geðveikt yfirvaraskegg og Barta hann er sko hann er með mesta svona 7. áratugs yfirvaraskegg sem ég séð og Já, við erum að tala um alvöru móttu. Alvöru móttu og já, ég meina, þú veist, ef einhver hefur einhvern tíma séð, já, þýska kvikmynd sem svona, já, er sýnd í, já, fullorðins kvikmynd skulum við segja, að þá gæti hann alveg með þessa móttu sóma sér vel í því, sko. Já, spennandi. Já, fólk verður bara að kíkja á móttumars.is til að sjá þetta. Og þannig að hann semst, en þú veist, ég meina, sko, hann reykti og hann drakk og hann var þungur og hreyfði sig ekki og hann blóður stingur svo svona, þú veist, þannig að það er í sjálfu sér svolítið kómískilur að sá sem hefur gert hlutina rétt að hann skuli hugsanlega deyja fyrir aldur fram úr krabbameini, það er kómískt eða írónískt eða Já, kannski frekar írónískt, ég veit það ekki, en það greinilega er ekki alltaf spurt að því. Nei, og svo, þú veist, það er hægt að, menn geta þú veist, sagt ýmsa brandari, þú veist, ég dæmi blag og ég er nú ekkert alltaf vinsæll blagdómari og þykir nú ekkert alltaf svo besti heldur og þú getur maður, þegar maður er í tvarsunum sagt það er vel að kasta upp peningnum og segja, ja, svo banna að vera leiðanlegur ég er lasin, þú veist, þú veist, þarna og reyna að fá menn til að, þú veist, þarna, ég veit ekki, sko, það er ég held að sé þetta, sko, sjá kómíska hlið öllu stundum er kannski svört en þú veist og fólk náttúrulega þorir ekki að gera grín sko, þú veist, ég meina það var hérna hópur vinir mínir frá Laugavatni, við hittumst ofta og spilum blag og svona og ég er náttúrulega sá sem atast kannski mest í öllum þessum hópi og svo var að hittast í Vestmannaeyjum í vor og ég sagði ég kæmist ekki og það var einhver sem skrifaði það er eins gott að hafi góða afsökun og þá var ég búinn að fá greininguna en það var ekki vitað hvað þetta var, ég var ekki búinn að segja fólki frá því og ég sagði hún kemur örugglega innan bráðar og svo þegar þarna á fyrr en þig grunar, svo náttúrulega kemur þetta í ljós og þessi vinur mér var ægilega miður sín og eyður út fæstin og biður margkvæmlega afsökunar og ég sagði elska mín sko þessi síða til að hafa gaman og ég meina ég hef verið manna verstur á þessari síðu að sko stríða öðrum matastíðum sko að þú veist það er ekki sko málið er það að svona vorkunn góðar hugsanir og allt það og öll hjálp og svona sko frábært en
ég vorkenni mér alveg nú. Ég vorkenni mér örugglega við 2 sko, þó ég sé að reyna að gera það ekki. Og það þarf ekki að vorkenna mér þannig. Ég meina það þarf ekki að hringja í mig og láta mig vita af því hvað mín örlög séu hræðileg og hvað þér líði illa yfir þessu sko. Ef þér líður illa, ég lofa því að mér líður verr. Ég á ung börn og þú veist, ég á konu og ég átti að gera fullt í lífinu og fullt af því sem ég ætla að gera fyrir mig en ekki alltaf kannski fyrir einhverja aðra. Og þannig að þú veist, ég get ekki hughrist þig, ég get ekki eytt orkunni minni að reyna að halda þér uppi og já, segja þetta sé nú kannski ekki svo slæmt og svo kannski muni ég lifa og eitthvað þannig, sko. Þetta er það sem ég þarf að vera að peppa mig með og ég get ekki verið, sko, þú verður bara ekki einhvern annan og þú veist, því að ég er alveg sama hvað þér finnst þetta hræðilegt, sko, mér hlýtur að finnast það verra og svo framvegis, þannig að já, og svo við, sko. Nú er þessi allræmdi Mottumars, það sem er, já, svona, þetta er átak frá Krabbameinsfélaginu sem er að reyna að vekja sérstaklega karlmenn til svona umhugsunar einkenni og svona eigin heilsu. Ertu með einhver góð ráð? Þú ert náttúrulega algjör sérfræðingur í heilsu frá upphaflega, en nú ertu náttúrulega komin með innsýn inn í það hvernig er að komast í kast við krabbamein. Ertu með einhver ráð fyrir kynbræður þína? Já, sko, náttúrulega þið þurfið að fylgjast með ykkur og eins og segja, þið fáið einhverju svona bletti á ykkur, látið það athuga þá strax. Því að sortuæxli, það er mjög auðvelt að eiga við það í upphafi, það er hins vegar djöfulegt að eiga við að það nær að dreifa sér. Og eiginlega, sko, eða var allavega illmögulegt. Svo er það þetta klassískt, ég meina, ég fer til tannlæknis og tannlæknir segir, notarðu tannþráð? Ég segi, ég var rosa duglegur fyrst og svo smá saman hættir og þetta veit ég að nota tannþráð en er ekki nógu duglegur. Samt veit ég alveg hvað það gerist og núna get ég sagt alltaf, ég dregst alltaf ekki úr tannskemmdum, ég dregst úr einhverju öðru og eitthvað svoleiðis, sko, en þetta er svipað, sko, með að hreyfa sig. Það er, sko, hreyfing hefur áhrif á alveg ótrúlegustu hluti og hreyfa sig, sko, þó það sé bara annan hvern dag, jafnvel þriðja hvern dag en helst annan hvern dag, sko, taka 30 mínútur og það skilar ótrúlega miklu bara upp á heilsu og lífsgæði og svo náttúrulega passa mataræðið sitt. En hreyfingin skiptir alveg vel máli og það er það svona sem ég myndi ráðleggja það ásamt því náttúrulega fylgjast með sér. Skoðið það á okkur, kallmenn skoðið á okkur, eistun skoðið þessa fæðingabletti og eða á bakinu á okkur og einhverstaðar sem þið sjáuð ekki og það sem meira er að hlutin eins og sortuæxli þau geta komið á staði þar sem sólin ekki skín. Ég veit fólk sem hefur greitt sortuæxli milli tanna sem sagt undir pungnum skilurðu og ég get að lofa því að það eru fáir í sólbaði skilurðu á þá staði. Ég meina, hvað ætlar að gera? Standa á höndum eða á fæturnir í sundur eða þú veist. Það er áhugaverð áskorun alltaf. Já, og svona, sko, þannig að þú veist, það þarf að fylgjast með þessu. En hreyfingin er alveg gríðarlega góð og svo það sem annað sem hreyfing gerir fyrir fólk, sérstaklega fólk sem er í, já, kannski stressandi störfum. Það eru mörg störf sem eru andlega þreytandi, sérstaklega störf þar sem þú díla við fólk. Að það hjálpar rosalega upp á svefninn þegar líkamlega þreytan er í samræmi við andlegu þreytuna. Það er mjög vont að þegar andlega þreytan er mikil en líkamlega þreytan er lítil þá er oft erfitt að sofna og erfitt að fá hvíld. Það er mjög, ég noti enska orðið match eða passi saman. Þegar andlega og líkamlega þreytan passa saman þá fáið þið yfirleitt betri svefn og svo framvegis. Þannig að það er nú svo sem kannski fyrst og fremst það, ég meina það þarf bara að fylgjast með þessu og vera nógu harður að láta athuga bara öll einkenni og láta fylgja þeim eftir alla leið, sko. Það er nú það sem er, því það er þetta sem ég er í núna, sko, þetta er ekki skemmtilegt, sko, eins og ég segi, það þyrmir öðru hvoru yfir, öðru hvoru þú hugsar ekki þetta alltaf, sko, að þá er þetta samt í bakhöðun á þér. Þetta er sjálf svipað eins og ég hef stundum sagt það, ég misti föður minni í fyrrasumar úr krabbameini en sem sagt, svo sé ég fólk, kannski segir á Facebook, pabbi eitthvað svona saknar svo hverjum degi. Ég sé alveg hiklaust að ég sakna pabbi míns ekki á hverjum degi. Vegna þess að ég hugsa ekki hann á hverjum degi, ég hugsa hann á hverjum degi eftir hann deyr og svo líður lengra frá og þá hugsa maður ekki alltaf á hverjum degi. En þegar ég hugsa hann þá sakna ég hans. Og þetta er svipað skilurðu með þetta, ég er ekkert alltaf að hugsa þetta helvítis krabbameini, ég sé með það. En þegar hugsunin kemur þá náttúrulega maður svona, þú veist, af hverju fékk ég þetta? En þess á milli þá reynir maður bara að vera, þú veist, ég er almennt létt
léttur í svona, eðlið tiltölulega létt og svona já, Finnst þér að hjálpa þér að vera, því að þú ert töluvert opinn, þú ert algjörlega til í að tala allt sem þú spáir í, greinilega. Já. Heldur að það hjálpi þér? Örugglega sko, það örugglega hjálp mér í gegnum tíðina bara að vera ekki geðveikur sko. Þú veist þarna að sko... Hleypis út? Já, hleypa öllum hugsunum út og sko, ég hef aldrei verið prívat manneskja. Það er að segja, ég vil svara spurningu sem ég spurður sko. Í Bandaríkjunum snerist þannig, það mátti enginn vita hvað var smíð laun og það vildi allir eiga næst stærsta húsið í götunni, ekki stærsta húsið í götunni, það var áberandi og fólk vildi ekki segja hvað húsið hvað kostar svona hús. Það bara mitt skilur og eitthvað svona. Ég aldrei þannig. Ég hins vegar finnst ekkert alltaf alveg þægilegt að segja allt sem ég spurður en ég almennt sko bara, þú veist það truflar mig ekki sko. Það er að segja að fólk viti hluti mig og þannig að ég svona þannig og ég auðvelt með að bara að tjá mig og svoleiðis sko. Áttu auðvelt með að ræða svona þína verstu ótta í tengslum við þetta verkefni? Já, ég hugsa það nú. Ég hugsa náttúrulega, versti óttin náttúrulega bara þessi meðferð sem ég virki ekki og þá, já, auðvitað eitthvað plan B en plan A mikið betra heldur en plan B sko. Hljóma betur. Plan A með alveg bestu lyfin, plan B svona meiri skítareitingar en þannig sko. Og auðvitað það náttúrulega, og þetta verður það ákveðið áfall fyrir mig, það verður mikið áfall fyrir mig að það kemur í ljós að þessi lyfjameðferð ekki að virka sko. Það verður það og ég verður örugglega þá svolítið niðurdregin sko. En í raun og veru, svo hugsa maður líka þannig sko, ég 47 ára gamall, ég búinn að gera ógeðslega mikið. Og ég búinn að gera meira heldur en margir gera á miklu lengri ævi. En það breytir því ekki að ég ung börn, yngsta barnið mitt 11 ára, elsta 17 ára. Sko ég hef verið búinn að koma þeim aðeins lengra, ég hef búinn að koma mínum í betra skjól. Ég hef áhyggjur af sko peningahliðin, þetta hefur nú þróast þannig hjá okkur að kona mín hefur verið meira í hlutastörfum og uppeldi og heimilis. Þetta svolítið skondið með uppeldið. Ég sem sagt ekki mín eigin börn, ég bara upp börn sem ég hef borgað fyrir alveg. Þessi skólanum og svona sko. Þannig að þegar strákurinn minn kom í skólan á fyrsta ári þá tók ég við uppeldi og honum og svona sko, en fram að því skipti ég mér ekkert á honum. Nei, akkurat. Ég trúi þínu tæplega, en já. En sem sagt og það náttúrulega þýðir það sko að þegar ég hef verið fyrirvinnan og minna sum árin þá borga ég meira í skatt heldur en hún með í heildarlaun og það svona setur maður svo allar áhyggjur að manni líka sko hvernig sem sagt lífið verði og svo framvegis við alla tíð búið í leigu og húsnæði. Svona praktískir hlutir. Já, maður sem sé maður hefði viljað koma, það skipti ég mér hef ég fengið þetta 55 skilur sem ég fengið þetta 8 ára eða eitthvað, ég hefði örugglega hugsað nákvæmlega eins, ég hefði viljað vera komin aðeins lengra sko, þannig að ég held að sé engin góður tími til að greinast með 4. stigs krabbamein og fá að vita þó kannski muni deyja og líkurnar á að vera 8 eru mjög litla, líkurnar á að vera 65 eru kannski ekkert stórar skilur og jafnvel bara ekki eins og 50 eða eitthvað, þú veist, ég held að það sé engin svona, þetta ekki eins og Matthew McConaughey, today is a good day for me to take my shirt off, skilur, það er aldrei góður dagur til þess að fá þessar, held ég, fréttir, sko. Nei, varla. Nei, þetta svona, og þannig, og svo margt skrítið í tilverunni, skilur, þú veist, ég meina, ef ég lendi í slysi, þá fyrir fjölskyldun mín dánarbætur, en ef ég dey svona, þá, fyrir mér er þetta bara slys, þá velti maður fyrir sér byrja þá betra að kaupa sér 15 ára gamla Yaris og þeir eru komið að þessu bara og dundra á Húsvik, þetta var slys. Þú veist, ég meina, þú veist, ég veit ekki, sko, þetta er, eins og staðan er núna, þá reikna ég bara, mér finnst svo ótrúlegt að ég geti dáið að ég einhvern veginn bara reikna með að þetta allt saman virki og ég bara lifi lengi og svoleiðis. En eins og geti alveg sagt að ég tekið til fréttunum á Vísi, dó eftir 2 ára baráttu við krabbamein og eitthvað svona sko 57 ára, 52 ára, 28 ára og maður bara svona, ég kannski mér finnst þetta ég er alltaf að sjá þessi fréttir núna og kannski bara tekið mér eftir þeim sko. Geti verið. Já, því að sko, dó eftir hetjulega baráttu og ég bara svona, ég veit ekki, það er ekkert hetjulegt við þetta, þú bara tekur þetta og reynir að lifa og reynir að vera jákvæður og færð þessi lyf og sumir eru örugglega ógeðsleg og ég er heppinn, ég er ekki ógeðslegum lyfjum, ég er á líftæknilyfjum
og ekki svona eiturlyfjum og já, ekki eiturlyfjum heldur lyfjum, sko, þú veist, þannig, já, svona Skil þig, já. Og sko, segi mig degi, ég veit ekki, barðist ég hetjulega því ég er opinn og að því ég er kátur eða skilur, ég veit ekki, þetta er bara ég og drullur hættu við þetta og langar ekki til að deyja og ég veit ekki, það er ekkert hetjulegt, ekkert sérstaklega hetjulegt eða ógulegt, ég veit það ekki, sko. Er ekki bara alltaf hetjulegt að lenda í þessum aðstæðum og þurfa að takast á það, sama hvernig maður gerir það? Kannski, sko, ég hef aldrei pælt í því, sko, en og þú veist, svo er fólk sem sagt að ég get ekki tekið svona, ég tók ekki mínu krabbameini svona og eitthvað svona, sko, ég veit ekki, þetta er bara hvernig ég er og þú ert bara einhvern veginn öðruvísi og Það getur enginn annar tekist á við þetta heldur en þú? Nei, og þetta er ekki, sko, mér finnst þetta ekkert voðalega hetjulegt, ég er nú alveg stundum lítill, sko, og eins og ég segi þegar ég sá þetta poppa út í rifjuhylkinu og ég bara svona, ekki það sem ég þurfti, sko. Nei. Þú ert náttúrulega vanur því að vera mjög heilbrigð sál í hraustum líkama. Það er svolítið skrítið að líkaminn sé ekki eins hraustur og helst. Nei, og bara, þetta er bara fáránlegt í raun og veru. Og þetta eru 5 alveg svona borðtennisbolta, golfkúlu, stóra æxli þarna og maður bara svona, hvernig getur þetta verið þarna? Pláss fyrir þetta? Já, akkurat, og ég finn ekki hérna, ég er svona, já, þú veist, þetta er bara stórfurðulegt í raun og veru, sko. Mér finnst það bara stórfurðulegt. Já, það er það. En ég held með þér. Já, það er gott, veitir ekki að því. Allavega. Ef þú heldur á móti mér, þá myndi ég lemja þig. Ég myndi aldrei segja það. Ég held með krabbameini, ég vona að þú drepist helvítið. Nei, ég er mjög mikið á móti krabbameini, það er leiðinlegt. Já, það er helvítis leiðindi, þetta heldur krabbameini. Já. Gangið vel. Þakka þér fyrir.